að okkur hefur tekist illa að takast á við félagsleg vandamál sem Já. að fylgja fólki sem að koma frá allt öðrum menningabakgrunn. Þú talar áðan að fólk var að grauta þessu saman. Ég held að enginn sé að grauta þessu saman. Það enginn að tala Úkraínumenn. Það hefur aldrei komið til umræðu þessum útlendingamálum að einhver hafi áhyggjur af þessum Úkraínumönnum. En þær hafa áhyggjur af hælisleitendum. Já, hafa áhyggjur af ákveðnum hóp hælisleitenda sem eru þá aðalega frá mismunandi menningarbakgrunn sem og hefur náttúrulega á rök við að styðjast út af reynslu annarra ríkja. Þú talar áðan að við ættum að læra af reynslu annarra ríkja en hvernig hefur að gera það ef við ætlum ekki að bera okkur saman við þau. Við ættum náttúrulega að bera okkur saman við þau út af því einfaldlega að þau eru búin að gera öll mistökin til að gera betur, vissulega, en þá þurfum við líka að horfast í augu við það að þegar við erum að tala stóran hóp sem er kannski minni heldur en heildarmengið, en þá er þetta aftur á móti stór hópur sem aðlagast illa og hefur til dæmis tekist illa í Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi og öllum Norðurlöndunum, þá ættum við bara að horfast í augu við það að ef við erum eitthvað meðvirk gagnvart því að hingað koma gildi sem að fara alveg þvert yfir okkar eigin gildi, að ef okkur mistekst að takast á við það, þá erum við að fara að sjá sömu félagslegu vandamálin og eru alls þar annars þar. Og ég hef verið að færa rauk fyrir því að við höfum að standa í lappirnar gagnvart okkar eigin menningu, við höfum að standa í lappirnar gagnvart því að við erum ekki að fara að horfa upp á það að ákveðin svona sjónarmið eins og tökum bara svona frægasta dæmi eins og sharia lög, þar sem að ég held að séu 130 sharia dómstólar í Bretlandi. Þeir eru það svona misjafnt hversu mikið vægið hafa, en aftur á móti eru ákveðin svona, community eða samfélög sem að horfa frekar til þess dómstóls sem hinn réttmæta dómstóls í Bretlandi. Þetta eru bara áhyggjur sem að fólk, og ég tel vera mjög eðlilegar. Ég held að enginn sé að grauta neinu saman. Eina sem fólk hefur áhyggjur af þessi ákveðni hópur sem hefur með menning að gera. Það ekkert annað sem að fólk að tala Og nú erum við að horfa upp á það að lögreglustjórar að segja að sænski raunveruleikinn sé komin hingað og bendlar það aðalega við hóp þessa fólks. Við erum að sjá að það hættulegra að vera niður í bæ. Ég man eftir því, ég var dyravörður sjálfur og ég tala við þá sem eru í veitingarekstri. Þeir segja þetta, þeir segja kannski óberlega, þeir segja þetta aftur á móti. Lögreglu menn gera þetta líka, tala að þetta sé orðið hættulegra heldur en þetta var. Fólk sem að fer niður í bæ og að horfa upp á þetta, sé bara, það öðruvísi veruleiki heldur en var fyrir 10 árum. Og ég held að, þegar við erum að taka umræðu að við séum alltaf einhvern veginn að byggja það á því að fólk sem bara einhvern veginn rangar skoðanir á þessu. Ég held að fólk horfi bara kringu sig og sjáu að raunveruleikin orðinn annan heldur en hann var og hann orðinn keimlíkur því sem að var þróunin fyrir kannski 10 árum í Svíþjóð.